Við eigum öll rétt á að starfa í öruggu vinnuumhverfi. Enginn ætti að þurfa að óttast öryggi sitt. Atvinnurekendur bera ábyrgð á öryggi og vellíðan starfsfólks með forvörnum og skjótum viðbrögðum. Við tengjum oft orðið ofbeldi aðeins við líkamlegar athafnir eins og að hrinda, slá eða kýla. En ofbeldi getur líka verið andlegt. Andlegt ofbeldi getur verið orðbundið og komið til dæmis fram í upphrópunum, niðrandi ummælum og hótunum sem og með líkamstjáningu. Allt starfsfólk, óháð stöðu innan vinnustaðar, getur orðið fyrir ofbeldi. Stjórnendur þurfa að gæta þess að sýna öðrum stjórnendum og starfsfólki virðingu og mega aldrei beita ofbeldi. Hið sama á við starfsfólk gagnvart stjórnendum og öðru starfsfólki. Einnig mikilvægt að koma í veg fyrir að allt starfsfólk verði fyrir ofbeldi af hendi viðskiptavina eða þjónustunotenda. Ástæður ofbeldis geta verið margar. Gott skipulag og stjórnun eru þættir sem þarf að huga vel að, en óskýr hlutverk, kröfur og ábyrgð geta aukið líkur á ofbeldi. Ein birtingarmynd andlegs ofbeldis ógnandi hegðun sem getur falið í sér að öskra á eða hóta líkamlegum yfirgangi. Dæmi þegar starfsmaður öskrar á samstarfsmann sinn fyrir framan aðra, eða þegar þjónustunotandi ógnandi gagnvart starfsfólki. Önnur birtingarmynd andlegs ofbeldis niðurlægjandi hegðun. Hún getur til dæmis komið fram í yfirgangssemi, hroka eða yfirlæti. Líkamlegt ofbeldi á vinnustað getur birst þannig að einstaklingur veldur eða reynir að valda öðrum líkamlegum skaða. Dæmi þegar starfsmaður hrindir eða kýlir samstarfsmann til að þvinga fram hlýðni, kastar hlutum eða með öðrum hætti ógnar líkamlegu öryggi samstarfsfólks. Slík hegðun alvarleg og krefst tafarlausra viðbragða frá stjórnendum og jafnvel aðkomu lögreglu. Andlegt og líkamlegt ofbeldi í vinnuumhverfinu getur haft verulega neikvæð áhrif á öryggi, heilsu og líðan starfsfólks. Áhrifin oft víðtæk og ná út fyrir vinnustaðinn, sem getur haft alvarleg áhrif á lífsgæði og heilsu þolenda til lengri tíma. Ofbeldi á aldrei að líðast í vinnuumhverfinu. Til að koma í veg fyrir ofbeldi mikilvægt að vinnustaðir hafi áætlun öryggi og heilbrigði. Í áætluninni eiga að koma fram fyrirbyggjandi aðgerðir sem draga úr líkum á hegðuninni. Í áætluninni einnig að koma fram hvernig vinnustaðurinn hyggst bregðast við málum tengt ofbeldi komi þau upp, því það tryggir tafarlaus viðbrögð svo unnt sé að stöðva ofbeldið. Á vefsíðu Vinnueftirlitsins má finna fjölbreytt fræðsluefni og hagnýtt stoðefni fyrir vinnustaði til að stuðla að heilbrigðri vinnustaðamenningu. Heilbrigð vinnustaðamenning samvinnuverkefni þar sem öll þurfa að taka þátt og axla ábyrgð. Hvernig samskiptin á vinnustaðnum þínum?